Fólk getur nú sagt að þú værir heilsufrík. Hvað var til þess að þú fóst þessa leið? Sko. Nú ertu ekki lærður matreiðslumaður. Nei, ég ekki lærður matreiðslumaður og í raun og veru hafði aldrei áhuga á mat af því að ég með svo rosalega mikið fæðuofnæmi. En það varð síðan á endanum það sem að dró mig út í þetta. Já. Vegna þess að ég einhvern veginn, sko, mér kveið oft bara fyrir að borða af því að skildi ég fá útbrót, fengi ég kláða, hvað myndi gerast. Já. Þetta var aðalega tengt hjá mér við ég var mikið fiskiofnæmi og mjólkur og svo þoldi ég bara yfir höfuð illa dýraprótein. Þannig að ég samt sem áður, náttúrulega þegar maður býr heima hjá mömmu og mamma bara eldar og foreldrar mínu voru og eru yndisleg, rækta sitt eigið grænmeti, þannig að það var alltaf, þau gátu alveg fundið út úr að fæða mig. Síðan flytti mjög ung til Kaupmannahafnar, ég var 17 ára gömul. Og það í raun og veru í byrjun var allt í góðu lagi. Þetta byrjaði aðalega þegar ég átti stóru stelpuna mína og ég var með hana á brjósti og þegar ég var varla farin að komast út úr húsi með barni, þegar ég var með svo mikið heimaði, þá þurfti ég að fara að gera eitthvað í því.